Hægt gengur að koma hjálpargögnum til Gaza vegna hindrana af hálfu Ísraelsmanna. Sameinuðu þjóðirnar segja að 14.000 börn deyi þar ef hjálpargögn komast ekki alla leið. Bretar hafa hætt viðræðum við Ísrael fríverslunarsamning vegna hernaðarins á Gaza. Forsætisráðherra Íslands segir að það verði ekki gripið til aðgerða gegn Ísrael nema í samfloti með öðrum ríkjum. Sprengingar vegna framkvæmda dynja á íbúðum í Laugarneshverfi í Reykjavík á klukkutíma fresti. Íbúar segja að allt nötrir hlutir hrynji úr hillum og sprungur myndist í veggjum. Eyfirðingar eiga erfitt með að komast í sund í hitanum en þar mikil framkvæmdagleði. Sundlaugar eru lokaðar vegna viðhalds á Akureyri, Dalvík og í Hörgársveit. Tilkynnt var í dag hver fer með hlutverk Línu Langsokks í uppsetningu Þjóðleikhússins í haust. Hún hitti eldri Línu sem gáfi henni heilræði en sterkasta stelpa í heimi fagnar áttræðis afmæli í haust. Komið þið sæl. Neyðaraðstoð farin að berast til Gaza en hún telst ekki nægileg til að slá á neyðina sem þar við lýði. Sameinuðu þjóðirnar segja að 14.000 börn deyi á næstu 2 sólarhringum verði neyðaraðstoð ekki komið til þeirra. Langþráð sjón fyrir marga. Bílar með neyðaraðstoð keyra frá Ísrael í gegnum landamærastöð inn á Gaza. Reynda var aðeins 5 bílum hleypt inn í gær og gögnin sem þeir bera höfðu nú síðdegis ekki enn komist til þeirra sem eru í neyð. Tilstóð að hleypa 100 bílum inn í dag. And we expect, of course, with that approval, many of them, hopefully all of them, to cross today to a point where they can be picked up and get further into the Gaza Strip for distribution. Þó þetta gangi eftir dugar það hvergi til að slá á þá sáru neyð sem 2,5 mánuður án neyðaraðstoðar hefur haft í för með sér. This is baby food, baby nutrition. There are 14,000 babies that will die in the next 48 hours unless we can reach them. This is not food that Hamas are going to steal. Og ekkert lát á árásum á Gaza. Ísraelsmenn segjast hafa ráðist á 100 staði í nótt og í morgun. Yfir 60 manns voru drepnir í þeim árásum að sögn heilbrigðisyfirvalda á Gaza. وحوالي 15 نفر في دار آمنين مطمئنين أجت الطيارة وقصفتهم. قطعتهم قطع شقق بيني وما فيش حتى ولا جتي كاملة ولا جتي. Þessi skóli sem hafði verið gerður að neyðarskýli var líka sprengdur. Þar dóu 22, yfir helmingurinn konur og börn. Yfir 300 manns hafa verið drepnir í þessari auknu sókn Ísraelsmanna undanfarna daga. There really is a humanitarian crisis of a scale that we haven't seen before, and that's why getting this aid in is so critical. En Hallgrímur, eitthvað vita hvernig gengur að koma þessum hjálpargögnum til Gaza? Já, Ísraelsmenn tilkynntu bara fyrir rúmri klukkustund að það hefðu 93 vörubílar frá Sameinuðu þjóðunum með neyðaraðstoð farið inn í Gaza og þarna eru hveiti, barnamatur, lækningabúnaður og lyf. Sameinuðu þjóðirnar segja hins vegar að það hafi engri neyðaraðstoð verið dreift ennþá, þannig að staðan virðist vera ennþá sú að þetta fólk sem þarf á þessari neyðaraðstoð svo sárlega að halda hefur ekki fengið hana ennþá. En vestrænar þjóðir eru farnar að gagnrýna þennan hernað Ísraelsmanna meiri hörku, það ekki rétt? Jú, það má nú segja að velvilji þeirra gagnvart Ísrael fari minnkandi þessa dagana. Bara nú síðdegis þá tilkynnti Evrópusambandið að samstarfssamningur við Ísrael Gaza yrði endurskoðaður sem hefur nú vakið nokkra athygli. Það kom náttúrulega harðorð yfirlýsing frá stjórnvöldum í Bretlandi, Frakklandi og Kanada í gær. Þar kom meðal annars, þar segir þjóðirnar hafi alltaf stutt rétt Ísraelsmanna til þess að verja sig gegn hryðjuverkum en þessi svona stigmögnun sem hafi verið síðustu daga sé úr öllu korti. Og þá því líka hótað að ef Ísrael hætti ekki að þessari nýju sókn og hætti ekki að hindra neyðaraðstoð að þá verði gripið til aðgerða. Og það má eiginlega segja að Bretar hafi byrjað á að svona standa við stóru orðin í dag. Það var tilkynnt í þinginu að utanríkisráðherrann gerði það að viðræðum fríverslunarsamning við Ísrael yrði hætt. Það eru viðskiptaþvinganir settar á íbúa landtökubyggða Ísraels á Vesturbakkanum sem hefur nú reynda komið í ljós að þetta eru 3 ákveðnir einstaklingar. Og svo var sendiherra Ísraels tekinn á teppið.
Netanyahu's government is planning to drive Gazans from their homes into a corner of the strip to the south and permit them a fraction of the aid that they need. Lami vísaði í orð Bezalel Smotrich fjármálaráðherra Ísraels sem hét því að eyða því sem eftir væri af Gaza og færa fólkið annað. We must call this what it is. It is extremism. It is dangerous. It is repellent. It is monstrous, and I condemn it in the strongest possible terms. Ísraelskir valdhafar hafa gefið lítið fyrir viðbrögðin á Vesturlöndum. This is a proud nation, an independent nation, fighting on its existence, and we will not get any dictates from outside with regard to our national security. Maria Malmer Stenergaard, utanríkisráðherra Svíþjóðar, sagði við AFP-fréttastofunni í dag að hún ætlaði að þrýsta á Evrópusambandið að beita viðskiptaþvingunum á ákveðna ísraelska ráðherra sem standi gegn tveggja ríkja lausn. En þó að þrýstingur í Vestur-Evrópu fari vaxandi, skiptir afstaða Bandaríkjanna hvað mestu máli. Og þar sjást engin merki að þau ætli að láta af stuðningi við Ísrael. En Hallgrímur, hafa íslensk stjórnvöld brugðist við? Já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var einn 22 utanríkisráðherra sem skrifaði undir yfirlýsingu eða áskorun öllu heldur til Ísraelsmanna að hleypa inn neyðaraðstoð. En við spurðum Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra, í dag frekari viðbrögð í ljósi atburða síðustu daga. Og hún segir að stjórnvöld muni aðeins fara í aðgerðir í samstarfi við aðrar þjóðir. Þið hafi verið að auka þrýstinginn á Ísrael á alþjóðavettvangi. Eru þið farin að skoða einhvers konar viðskiptaþvinganir? Við erum búin að vera að skoða alls konar þætti, eiginlega frá því að við gengum inn í þessa ríkisstjórn. Ég er búin að eiga í mjög virkum samtölum sem og utanríkisráðherra allar mögulega aðgerðir. Við höfum alltaf komist að þeirri niðurstöðu að ef við stígum eitthvað skref, þá verður það í samfloti við öðrum þjóðum. Ef við stígum skref ein, til að mynda með því að slíta stjórnmálsambandi, þá erum við þeirri stöðu mögulega geta ekki aðstoða fólk sem er fast á Gazasvæðinu, vegna þess að við erum ekki í talsambandi við Ísrael. Það eru alls konar þættir sem spila þarna inn. Við erum sannarlega að skoða allar mögulega aðgerðir og það virðist vera komin hreyfing á mál núna. Dómsmálaráðherra tekur fálega í hugmynd Sjálfstæðisflokksins skipun rannsóknarnefndar á störfum sérstaks saksóknara. Tillagan hljómi eins og tilraun flokksins til að gera upp eigin sögu. Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, boðaði í gær þingsályktunartillögu skipun rannsóknarnefndar störf sérstaks saksóknara eftir bankahrunið. Sagði hún í kvöldfréttum í gær að njósnamálið sem Kveikur fjallaði og fleiri atriði bendi til þess að embættið hafi farið út fyrir valdheimildir sínar við rannsókn hrunmála. Þetta sló mig svona sem einhver pólitískt yfirboð Sjálfstæðisflokksins og einhverja tilraun kannski til að gera upp eigin sögu í kjölfar þessara mál. Við vitum alveg hvert tilefnið var að lögum sérstakan saksóknara voru sett á sínum tíma. Auðvitað sá mikli sársauki sem að leiddi af fjármálahruninu. Það var Sjálfstæðisflokkurinn sem að lagði fram það hrun, það var Sjálfstæðisflokkurinn sem að skipaði sérstakan saksóknara. Hún bendir jafnframt á að njósnamálið sé nú þegar til skoðunar víða. Lögreglan á Suðurlandi skoðar ákveðna þætti. Málið á borði nefndar eftirlit með störfum lögreglum og þá hafi Persónuvernd einnig hafi skoðun á því. Jafnframt hafi hún sjálf krafið héraðssaksóknara svara með bréfi. Það kemur Þorbjörg á óvart að tillagan hafi verið boðuð sama dag og stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins hóf athugun á málinu. Þarna einhver innkoma eftir gott frí frá umræðum veiðigjöld. Við sjáum að Sjálfstæðisflokkurinn er klofinn í því máli eins og í fleirum. Mér fannst þetta sérstakt að sjá formann Sjálfstæðisflokksins tala með þessum hætti þegar að þingmaður hennar fer fyrir rýni þingsins á þessu máli af hálfu stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Sprengingar vegna framkvæmda hafa gert íbúum í Laugarneshverfi í Reykjavík lífið leitt undanfarið. Svo leitt reyndar að sumir hafa hugsað að flytja sig sett. Byggingarstjóri segir að sprengt verði á lóðinni fram eftir næsta ári. Hér við Sigtún rísa fjölbýlishús og verið að stækka Grand Hotel. Verið að sprengja fyrir bílakjallara undir bæði hús. Á klukkutíma fresti allan daginn þurfa íbúar að venjast sprengingum eins og þessari. Frá 9 á morgnana til 4 á daginn, alltaf á heila tímanum. Það svona viðvarana flauta, það koma 3 og svo líður smá stund. Og ég ætla að segja það að þessi smá stund hana, þetta svona,
maður svolítið stressaður, maður veit einhvern veginn ekki alveg hvað að gerast og svo náttúrulega bara hnykkist húsið allt. Og íbúar í Laugarneshverfi eru margir hverjir orðnir þreyttir á ástandinu. Á Facebook lýsir fólk því að allt nötri og skjálfi, hlutir hrynji úr hillum og að sprungur hafi myndast í veggjum. Með fulli virðingu að kannski nota stóru orð en þetta hálfgert stríðsástand, þó ég get ekki sett mig í þau spor. En það mikið rask fyrir okkur nágrannana og ég náttúrulega beint á móti, ég bara í víglínunni. Og ástandi slíkt að Rósa hefur hugsað að flytja sig set. Það alveg möguleiki, ég leiti annað. Og ég held að fólki sem býr fyrir ofan mig til dæmis, það fer oft til Flateyjar og þau eru stödd þar núna, sko. Þannig að ég held að það sé mikil hvíld fyrir þau að vera þar. Verktakinn segist hafa látið íbúa í næsta nágrenni vita af látunum. En enn nóg eftir að framkvæmdum og sprengt verður í lotum út sumarið og lengur. En svo í haust munum við þá halda áfram að vinna þá við bílakjallara sem þá á milli þessara fjölbýlishúsa og svo á næsta ári þá þurfum við að halda svo áfram með það sem snýr þá að Sigtúni. Þannig að þetta mun vara eitthvað áfram, ég smeykur það. Nú talar jafnvel ár eða meira? Já, það þannig. Norrlendingar hafa átt erfitt með að komast í sund í blíðviðrinu síðustu daga. Margar sundlaugar eru lokaðar vegna viðhalds. Í þessum alltaf því óbærilega hita sem hérna á Akureyri þessa dagana eins og víða landi hafa margir eflaust beðið spenntir eftir að komast í sund til að kæla sig. En það ekki mikil kæling í boði í Akureyrarlaug þessa dagana. Það kom alveg fyrirspurn innanfrá frá okkur og alveg getum við breytt þessu eitthvað. En þegar við vorum að plana í janúar og fá bóka alla innamenn og það koma viðgerðaraðilar að utan, þannig að það ekkert hægt með svona stuttum fyrirvara, sko. En við þurfum líka góða verið því að við þurfum það til að geta framkvæmt, annars erum við bara strand. Þrátt fyrir tilkynningar lokun segir Gísli erfitt að ná til allra. Það séu alltaf einhverjir sem fara á mis við skilabúðin, eins og þessar mæðgur sem mættar voru við innganginn. Það virðist vera lokað. Þið hefðu ekki hugmynd það? Ekki hugmynd. Skrítið með lokað í þessum hita? Já, það mjög skrítið. Þarna einn sem var alltaf komið í sund greinilega. Og það eru framkvæmdir víðar en á Akureyri, lokaðir í sundlaugin á Þelamörk í Hörgársveit. Sundlaugin á Dalvík hefur verið lokuð síðan í apríl og í Varmahlíð hefur lauginni verið lokað óákveðin tíma vegna viðhalds. Það eru þó opnar sundlaugar í næstu sveitum til að mynda á Hrafnagili þar sem gestafjöldin hefur margfaldast síðustu daga. Það hefur verið alveg gríðarleg aukning og dagurinn í gær var alveg ótrúlegur og við sjáum fram á það núna næstu daga meðan það lokað og meðan veðrið svona að þá alveg margföldun á aðsókn til okkar. En Akureyringar geta þó huggað sig við það að hér opnar aftur á föstudaginn og þeir þurfa ekki að bíða í marga mánuði eins og Dalvíkingar. Farþegaskip tók niðri utan við Ögur í Ísafjarðardjúpi rétt fyrir hádegi. 47 voru borð og því var hópslysa áætlun virkið. Farþegar voru fluttir til Súðavíkur en skipið dregið til Ísafjarðar. Rétt fyrir 12 á hádegi í dag þá barst neyðarkall frá farþegabát sem var staddur rétt fyrir Ögur í Ísafjarðardjúpi en það var engin hættu, aldrei. Hvernig voru aðstæður? Bara mjög góðar. Það var látuður sjór, engin vindur en mikil þoka, það var lélegt skyggni. 44 farþegar voru borð og 3 manna áhöfnin, engin slys urðu á fólki. Farþegarnir voru fluttir á land í Súðavík og þaðan með rútum til Ísafjarðar þar sem þeir fengu aðhlynningu. Farþegarskipið Gunnar Valgeirs var að lokum dreginn til Ísafjarðar. Landhelgisgæslan stýrði aðgerðum í samstarfi við björgunarsveitir og almannavarnir. 2 þyrlur og eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar voru líka kallaðar út. Það má þakka viðbragðsaðilum á svæðinu og fyrir skjót viðbrögð. Við búum mjög vel að við eigum 3 góða björgunarbáta hérna. Kobba Láka í Bolungarvík, Gísla Jóns á Ísafirði og Svan sem í Súðavík. En þarna komu líka að skip eins og skip frá sjóferðum. Það getur reynst flókið púsluspil að skipuleggja tíma grunnskólabarna í löngum sumarfríum. Á Akureyri gagnrýna foreldrar skort á framboði og segja að það þurfi að endurskoða ófjölskylduvænt fyrirkomulag.
Kristín og Otto eiga 6 ára dreng og snemma á árinu fóru þau að huga að sumrinu. Sonur þeirra með sykursýki 1 og þarf stuðning bæði í skóla og tómstundum. 2 vikum fyrir skólalok enn óvissa hvað honum býðst í sumar. Við þurfum ekki að kvarta yfir þeim stuðningi sem hann fær á veturna, en að það sé bara svarthol þegar kemur á sumrinu. Að þá eins og sveitarfélagið beri þá ekki ábyrgð gagnvart þessum börnum. Þetta náttúrulega bara slæmt fyrir fjölskyldur, þetta slæmt fyrir atvinnulífið og þetta slæmt fyrir börn sem eiga ekkert sjálfkrafa einhvern veginn bara auðvelt og gott sumar. Ég meina það bara aðstæður alls konar. Sumarfrí í grunnskólanum varir almennt í það bil 10 vikur en fæstir foreldrar hafa tök á að vera svo lengi í fríi því reiða margir sig á sumarfrístundina en fyrirkomulagið mjög misjafnt milli sveitarfélaga. Segjum að foreldri þurfi frístund eða námskeið fyrir 7 ára barnið sitt í heilan dag í nokkra vikur í sumar. Kostnaður það bil 15.000 fyrir vikuna. Á Egilsstöðum í boði heilar 11 vikur, á Selfossi verður heildagsfrístund í 5 vikur og í Reykjavík námskeið nær allt sumarið. Á Ísafirði leikjanámskeið á vegum bæjarins í 3 vikur en það bara hálfan daginn og í Garðabæ hægt að púsla saman 10 vikum með sumarfrístund fyrir hádegi og íþróttanámskeiðum eftir hádegi. Á Akureyri búa svipað margir og í Garðabæ en hér engin skipulögð sumarfrístund á vegum sveitarfélagsins. Íþróttafélögin þó með allskyns námskeið hálfan daginn eða minna en foreldrar geta því oft lent í vandræðum við að púsla saman heilum dögum. Formaður bæjarráðs á Akureyri ræddi við fréttastofu fyrir ári og sagði þurfa að skoða þessi mál vel fyrir sumarið sem nú að hefjast. Skipulagið virðist þó að mestu óbreytt. Það búið að vera ákvörðun hér undanfarin ára að hafa þetta svona tengt tómstund- og íþróttafélögunum og ég sé það í öðrum bæjarfélögum sumir að hafa svona sumarfrístund, eiginlega hálfgerð bara svona leikskóladeild eða grunnskóladeild, yngstu deildina. Hvort að við viljum fara þangað þurfum við bara að skoða hvort að þjóðfélagið sé orðið þannig breytt. Hann segist telja þetta hafa gengið ágætlega síðustu 20 ár eða svo, en það hafi þó engin sérstök könnun verið gerð á því. Það mætti þó bæta þjónustuna við börn sem þurfa stuðning. Þurfum að gera aðeins betur í þessum málum, það rétt hjá þér, en það námskeið, en ég held við þurfum að auka úrvalið þarna á þessum flokki, það rétt hjá þér. Hún sterkasta stelpa í heimi og lætur sig ekki muna að lyfta hestinum sínum og stundar ýmiss konar prakkaraskap. Ævintýrin á Sjónarhóli verða sett á svið í Þjóðleikhúsinu í haust í tilefni 80 ára afmælis hennar. Hér í Þjóðleikhúsinu stórmerkilegur hlutur að fara að eiga sér stað. Því það hefur verið að tilkynna hver ætlar að taka að sér hlutverk Línu Langsokks í uppsetningu leikhússins á næsta leikári. Birta, til hamingju með þetta risa hlutverk. Takk kærlega fyrir, takk æðislega. Þetta draumahlutverk? Mér finnst þetta draumur að fá að vera upplifun krakka í fyrsta skipti, svona fyrsta leikhúsferð krakka. En hverju heitum við hér? Þú leggst Línu Langsokk? Ó já, ég hér í Þjóðleikhúsinu. Hvernig fara þér að því að setja þessar fléttur í hárið? Mitt hár var tekið og fléttað og litað og spreyjað svo yfir með glimmeri og setti vírar í fléttunar. Þannig í 2 ár var ég með appelsínugult hár, svona hversdags Og hér heitum við aðra Línu. Þetta nú við. Ert þú kannski með einhver heilræði til nýju Línu? Já. Bara vera hún sjálf. Sæla! Nei, blessað! Hvað segir? Nýja Lína. Á ég líka að koma heilræði. Ráð frá Sissu að hrista saman egg og þrúgusykur og dengja þessu í sig fyrir sýningu. Hér enn ein línan. Sæla! Hvernig að vera sterkasta stelpa í heimi? Ég það ekki lengur. Ég finn máttinn vera að fara úr mér og hann nei, hjálp. Eftir langt og skemmtilegt pröfuferli kom í ljós hvaða ungu leikarar hreftu hlutverk í sýningunni. Ég var alveg bara í sjokki, Ég fór að gráta, ég var svo glöð, Og þegar ég kom heim þá voru búin skrifa svona blað, svona Lára Langsokkur þegar ég kom inn. Og ég bara, já. Ég var bara ógeðslega glöð og þetta var svo gaman. Bara góð tilfinning. Og frá Línu og þið eru líka ógeðslega glöð, Baldvin, Þóra og Sigríður því þið fáið að vera út í góða veðrunum. Það ekkert Kastljósið, þið verðið með torgið í staðinn.
Já, það passar, við ákveðum að bregða undir okkur betri fætinum og ætlum reyndar ekki að vera hérna úti, við ætlum að fara inn í samkomuhúsið í Grundarfirði. Já, og við ætlum að tala veiðigjöld, breytingar á veiðigjaldi. Og hér eins og í fleiri sveitarfélögum sem að reiða sig á sjávarútveg, þá þetta mikið hitamál. Já, við fáum til okkar fjármálaráðherra og framkvæmdastjóra SFS, þau sitja fyrir svörum, það verður reynda fleiri gestir í salnum og við lofum eiginlega bara bullandi stemningu, fólk strax farið að mæta. Já, ekki missa torkinu í beinni útsendingu á eftir fréttum. Baldvin Þór og Sigríður missum svo sannarlega ekki af torginu en við ætlum að líta til veður sem að allir tala þessa dagana. Það verður áfram hæg breytileg átt eða hafgola á morgun og léttskýjað mest allt land en sums staðar þoka við ströndina einkum norðan til. Hiti verður á bilinu 8 til 22 stig yfir daginn og það verður hlýjast inn til landsins en svalast í þokuloftinu. En við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Íslenska golfsumarið að byrja. Golfsambandið kynnti nýtt punktafyrirkomulag á vormótum sínum. Ég veit ekki einu sinni hvað það tala, mæti bara tegum og tilbúin. Gunnlaugur Árni Sveinsson tók þátt á úrtökumóti fyrir opna bandaríska risamótið í golfi í gær. Þessi 19 ára kylfingur á framtíðina fyrir sér. Og Valur og Haukar berjast Íslandsmeistaratitil kvenna í handbolta. Við erum bara að fara að sjá enn meira af góðum íslenskum handbolta. Og nú ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Hægt gengur að koma hjálpargögnum til Gaza vegna hindrana af hálfu Ísraelsmanna. Sameinuðu þjóðirnar segja að 14.000 börn deyi þar ef hjálpargögn komast ekki alla leið. Bretar hafa hætt viðræðum við Ísrael fríverslunarsamning vegna hernaðarins á Gaza. Forsætisráðherra Íslands segir að það verði ekki gripið til aðgerða gegn Ísrael nema í samfloti með öðrum ríkjum. Sprengingar vegna framkvæmda dynja á íbúðum í Laugarneshverfi í Reykjavík á klukkutíma fresti. Íbúar segja að allt nötri hlutir hrynji úr hillum og sprungur myndist í veggjum. Eyfirðingar eiga erfitt með að komast í sund í hitanum en þar mikil framkvæmdagleði. Sundlaugar eru lokaðar vegna viðhalds á Akureyri, Dalvík og í Hörgársveit. Og það var tilkynnt í dag hver fer með hlutverk Línu Langsokks í uppsetningu Þjóðleikhússins í haust. Hún heiti eldri Línu sem gáfu henni heilræði en sterkasta stelpa í heimi fagnar áttræðisafmæli í haust. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum á veðri og svo meinum við á torgið í beinni útsendingu frá Grundarfirði klukkan 19:40. En næstu fréttatímar þeir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is. En við á fréttastofunni viljum að segja gott að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Torgið, umræðið þáttur í beinni útsendingu þar sem fólkið í landinu varpar fram spurningum og stendur fyrir